Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hingað komin góðu gestir. Gauti Kristmannsson, prófessor í þýðingarfræðum og deildarforseti íslensku og menningardeildar, og Brynja Elísabeth Halldórsdóttir Guðjónsson, dósent í gaggrínum menningarfræðum. Verið velkomin. Takk. Já, fínir menn. Gleymum því ekki. Þið eru hingað komin til þess að ræða mál sem svona stendur háskólan en svona fullyrðingar dómsmálaráðherra að nemendur, sérstaklega frá Pakistan, Nígeríu og Ghana, misnoti Háskóla Íslands svona til þess að fá dvalarleyfi, útgefið dvalarleyfi. Þetta sé hvimleitt vandamál og nú eru lög í samráðsgátt til þess að girða fyrir þennan meinta vanda. Gauti, þú reist og vaðið með grein og svaraðir þessu svona út frá þínum bæjardyrum og ég það fyrir orðið einmitt eins og ég segi, það fyrir orðið svona styr þetta mál allt saman, en hefurðu fengið eitthvað svör frá ráðherranum? Ekki nema bara einhvern skæting í fjölmiðlum, fínir menn í háskólanum. Mér finnst það ekki samboðið ráðherra á ríkisstjórn Íslands að tala svona starfsfólk háskólans, og þetta er nú reyndar ekki háskóla ráðherra, þetta er ráðherra dómsmála, og ég veit ekki hvaða sambönd sá ráðherra hefur í Háskóla Íslands, en þetta er bara dylgjur starfsfólk háskólans að það hafi ekki staðið sig í að fara yfir umsóknir. Það er alveg vitað að það fjölgaði umsóknum og það var álag, en það er líka vitað að það var farið yfir hver einasta umsókn sem er tekin fyrir. Þú lappar ekkert inn í háskóla. Þú þarft að senda fram gögn, það eru tekin skriflegu próf við fólk erlendis, og það er líka tekin viðtöl eða svona munnlegu próf til þess að sjá hvort að það standist þær kröfur sem gerðar eru, og það er innan við helmingur þeirra sem sækjum sem fá skólavist, og hvort þeir fá síðan dvalarleyfi, það er ekki okkar mál, það er mál stofnunar sem eru undir ráðherranum, og hún heitir Útlendingastofnun og hefur löngum verið gagnrýnd fyrir að vera svifasein og þung í vöfum, og kannski einbeita sér mest að því að segja fólki að vera ekki að koma eða eitthvað, ég veit það ekki, en það kemur mér ekkert við, en það er bara ekki rétt að það sé einhver opin gátt í gegnum Háskóla Íslands, það er bara ósatt. Já, þú ert samlega þessu? Algjörlega, við erum búin að reka þessa námsleið núna í næstu 15 ár og við höfum aldrei séð nemendur, það brottfalli hjá okkur er mjög lágt, þannig að nemendur sem að koma hingað, þau læra og þau klára námið sitt og fara oft áfram í meistaranám. Við höfum líka með nokkra nemendur sem hafa farið í gegn og eru í doktorsnámi hjá okkur, þannig að þetta er ekki fólk sem er að koma bara til þess að koma, þau koma vegna þess að þau sjá tækifæri til þess að bæta sig, sjá eitthvað sem þau geta fengið hér sem þau fá kannski ekki í sínu heimalandi, og það var mikil aukning, og það eru ýmsar ástæður fyrir því. Það er verið að loka landamæri annar staðar, það er verið að leggja á auka kostnað á Norðurlöndunum, þannig að það breytir alveg hvernig fólk horfir til menntunar sinnar og hvert það vil fara, og það var kannski eitthvað sem við vorum pínlítið óundirbúin með, en leið og allavega fólki sem ég kannast við innan háskólans var við þessa gríðarlega aukningu að við brugðumst við alveg strax. Hvernig myndum við bæta kennslu, geta tekið á móti öllu þessu fólki, og hvað myndum við geta gert. Það hafa verið bara mjög miklar umræður innan háskólans þetta. Já, og við förum yfir allar umsóknir og svo framvegis. Þetta er alltaf fyrra, og ég fór að kanna mjög nákvæmlega tölurnar, og að því ég hef tölurnar sem ráðherra þykist hafa, eða gefur í skyn að hún sé með, að til dæmis brautskráningar hlutfall þessara nemenda utan EES og sérstaklega í þessum löndum sem voru nefnd, að mér til mikillar furðu að ráðherra skuli láta slíkt út úr sér, að telja upp einhver sérstök lönd, að það er jafnhátt, rúmlega 70% brautskráningar hlutfall þessara nemenda, og það er jafnhátt eða hærra heldur en annara, og
hvaða svindl það? Ég bara spyr. Já, og einmitt, maður velti fyrir sér sko hvert svindlið sé. Það talaði að það sé auðveldara að fá dvalarleyfi gegnum háskólan til þess að komast inn á íslenska vinnumarkað. Það eitthvað svona sem hefur verið í umræðinni. Sko til þess að geta komið og stundarnámi Háskóla Íslands að þá þarftu að vera með gráðu, stúdentspróf, þú þarft að taka enskupróf sem kostar töluvert, þú þarft að safna öllum þessum gögnum og það kostnaðsamt fyrir fólk í þessum löndum sérstaklega, þetta kannski ekki tölvuvætt eða þú þarft að tala við svo marga til þess að fá þessi gögn, svo þarft að vísa til þess að fá dvalarleyfi og námsmannaleyfi, þá þarftu líka að vera með bankasannanir, þú þarft að vera með ýmislegt annað, þú getur verið með framfærslu, þú þarft að sjá þetta eigið húsnæði, kostnaðurinn við það að sækja og koma til Íslands meira heldur en 500.000 krónur fyrir að staka nemendur og svo þegar umsóknin send inn þá fer ákveðin hópur, þar eitthvað NARIC sem fer yfir allar umsóknir til þess að gæta þess að það sé engin fölsuð gögn eða neitt svoleiðis, þannig að það alveg stórt prósess, svo fer nemendaskrá í gegnum þetta og svo fara deildir í gegnum umsóknirnar. Þannig að þú veist, til þess að komast í B- eða MA-nám rosalega mikið ferli. Þannig að það enginn bara að gera þetta bara svona, sko. Nei. En hvers vegna haldið þið að ráðherra slengi þessu svona fram? Hún segir að það hafi verið myndaður starfshópur til þess að skoða þetta sérstaklega. Ég hefði nú eftir áræðilegum heimildum innan úr háskóla að það hafi ekki verið, innan þessa starfshóps hafi ekki verið einasta manneskja úr háskólanum. Heldur hafi þetta verið utan að koma til fólk sem að skoðaði málin og að háskólasamfélagið hafi heldur ekki verið látið vita neitt sérstaklega af þessari skoðun. Nei, það kemur ekki óvart. Nei, ég hef ekki heyrt þetta. Það náttúrulega, sko, við íslensku menningadeild, við fáum kannski flesta nemendur af því að íslenska sem annan mál mikið, þarna bara, þú veist, brimbrjótur íslenskunar í dag. Þetta er einhver öflugasta deild háskólans. Og þannig fullt af fólki sem að læra íslensku, leggja á sig að læra þetta tungumál og það gerir það og það lærir á mjög stuttum tíma að verða talandi og þetta líka alltaf, sumt af þessu fólki erlendir sérfræðingar sem vilja vinna hér. Gott dæmi hjúkrunarfræðingar frá Filippseyjum. Það fólk, það getur fengið einhvers konar hlutastarf, 22% ef ég man rétt, inn á Landspítalanum, að læra íslensku og það farið að tala við sjúklinga eftir 1 ár og farið inn á Landspítalanum og sjáu hvort þið finnið ekki hjúkrunarfræðingar frá Filippseyjum eða öðrum löndum sem að sinna íslenskum sjúklingum og þau þurfa að geta þá íslensku. Það margt gamalt fólk sem getur alls ekki bara útskýrt sig á ensku þó að það hafa einhvern tíma lært ensku í skóla og það ekki báðulegt að enska sé einhvers konar tungumál á sjúkrastofnunum landsins, svona sem dæmi. Þannig að þetta fólk að koma hingað, læra íslensku og það að auka vöxt hennar, margt af þessu fólki verið síðan þýðendur íslenska bókmennta út í heimi, ég fæ marga af þessum nemendum til mín í meistaranám og þau að gefa út bækur út allar jarðir og þetta er bara það sem þeir kalla sko á ensku win-win fyrir Ísland og svo bara komið með einhvern svona tón ég veit ekki hvað ég meina þessi ráðherra í frjálslyndum flokki að eigin sögn, flokkurinn kalla sig frjálslyndan en þetta er bara að vera að byggja múra sko. Það sko það var sagt frá því í fréttum hérna í haust þegar að það myndaðist þarna einhver flöskuháls á milli háskólans og útlendingastofnunar og við töluðum meðal annars við erlenda nema sem voru lentu utangarðs og voru búnir að setja allt sitt líf hreinlega bara á stopp, voru fastir í heimalandinu, búnir að segja upp íbúðinni, jafnvel selja hana og voru í einhvers konar limbói og maður hefði svona kannski haldið að þetta væri einhvers konar viðbragð við því en hvers vegna haldið hún hefða beinist að háskólanum frekar þá heldur en útlendingastofnun? Ég bátni ekki því. Nei, ekki heldur. Þetta dróst hjá útlendingastofnun og ég
Já, ég veit ekki hvað dómsmálaráðherra að valsa inn í háskólan yfirleitt, sko. Mér finnst það mjög furðulegt og þarna, og eins og ég hef búin að segja margsinnis, leyfið ekki gefið út af Háskóla Íslands. Háskóli Íslands metur bara hvort að nemandinn sé hæfur til að stunda nám í Háskóla Íslands og megi innritast, og það forsenda til þess að sækja leyfi. Og það eru skilafrestir, alveg fastir skilafrestir. Þú sækir 1. febrúar, þú mátt ekki sækja eftir það ef þú ert utan EES. Og svo svo færðu frest líka frá utanríkismálaráðuneytinu hvenær þú mátt skila inn öllum gögnum, og svo það gerist í júní, og svo náttúrulega á Íslandi oft frí í júlí og svo kemur ágúst og þau þurfa að vera komin hingað 18. ágúst, og ef það ekki búið að fara í gegnum dásum, þú veist, sum leyfisbréf þurfa að fara í gegnum önnur lönd, þar og ekki þurfa að senda vegabref sín hingað og þangað til þess að geta fengið áritanir. Þannig að ef að eitthvað tefst, að þá það bara, þú veist, þá geta þau ekki hafið nám, og það var eitt af vandræðum. Sérstaklega það voru sirka 70 nemendur sem komust, voru samþyktir inn í BA-námi hjá okkur og komust ekki í haust. Og þá var spurningum, sko, að taka það tilbaka að við sem bjóða þeim plás eða hvernig að leysa þetta vandamál. Það rosa erfitt að segja við einhvern sem búin að sækja og búin að fá aðgengi að háskólanum. Og greiða fyrir og akkurat. Þetta er mjög einkennilegt mál, finnst mér bara inn í einhverja neikvæða stemningu gagnvart útlendingum, og ég er mjög hræddur að þetta haldi áfram að veri komin risa skólagjöld á nemendur utan EES, og það mun sko vera mjög mikið högg á íslensku menningudeild og íslenskuna sem bara tungumál, því að það fækkar náttúrulega fullt af fólki sem að læra tungumálið og að vinna með það. Það eru frekar fáir Íslendingar sem leggja stund á íslensku, því miður. Við botnum ekki alveg í því hvers svona fólk kemur ekki í íslensku við Háskóla Íslands. En það er meiri mæli, skulum við segja. Og við vonum að það lægist, en það er náttúrulega vaxtarbroddur íslenskunar í íslensku sem öðru máli. Og svo má ekki gleyma því að það nú þegar 70-80.000 manns af erlendu bergi brotið, og margt af því líka utan EES, og sumt af því vill læra íslensku, taka sér, vera í hlutanámi eða eitthvað svoleiðis, og ef það ætlum sá að fara eftir ríkisfangi, þá kannski þarf fólk að vera búið að vera hérna í 5 ára og að má læra íslensku. Þetta er kafkaíst, sko. Já, þetta kannski kemur manni svona svolítið spánst fyrir sjónir þegar að háskólinn hefur svona undanfarin ár verið í mikilli svona sók svo út og við sem alþjóðastofnun og sækir mikið í einmitt eða að virðist að fá nemendur að utan hingað heim og sérlega vegna þess að það þykir og mikilvægt að svona með hverjum nemenda þar verði eftir ákveðin þekking í háskólanum sem að svo skila sér út í samfélagið, eins og þú ert að segja til dæmis með bara þýðenduna og Þetta nær í raun og veru yfir allt háskólasamfélagi. Það stór hluti doktorsnema er erlendis frá, og bara almennt ef við skoða þann auð sem að þetta fólk ber með sér inn í samfélagið og ber með sér inn í háskólasamfélagið, og svo þann auð sem þau fá úr háskólasamfélaginu og fara með, það eru svo mörg sem að fara svo aftur heim til sín. Þetta ekki, við erum ekki að tala fólk sem að, kannski fólki sem kemur til að læra íslensku gerir ráð fyrir að vera hérna í einhver tíma, en ef þú talar við fólk, þá vill fólk oftast fara heim. Það vill vera með sínu fólki. Íslendingar gera þetta líka þegar stundar nám erlendis. Ég var í burtu í 20 ár, kom heim því að koma með doktorspróf. Þannig að þetta eitthvað sem maður vill fara heim til sín, maður vill auðga sitt eigið samfélag. Dómsmálaráðherra sjálf, hún lærði í Bandaríkjunum og fór þar utan með á fjölskyldu sameiningu, eiginmann og 3 börn. Þannig að þess vegna finnst manni svo ótrúlegt að hún ætti af öllum einhvern veginn að vita hversu miklu máli það skiptir að geta svona skipt á milli háskóla, farað á milli landa. Já, það er líka eins og þarna, það er þarna
mjög margt fólk í doktorsnámi og meistaranámi þvert yfir háskólan sem af erlendu brotið og utan EES líka og þetta geti haft mikil áhrif á það og þetta náttúrulega bara íslenskt þekkingarauðmagn sem að verða til þó að þetta sé fólk af erlendu brotið og vilja menn brjóta niður Háskóla Íslands og þekkinguna sem þar unnin eða gera þetta svona, gera Háskóla Íslands að einhvers konar college með bara, þú veist, með lítil alþjóðleg tengsl. Þetta er einhvern veginn algjörlega órökrétt í mínum huga. Þetta er alveg þvert á stefnu háskólans líka. Það er bara það. En hver hafa verið viðbrögð rektors við þessu? Nú hef ég hef lítið fylgst með því, ekki nema þarna bara rétt, svona það bil sem að þetta var svona að koma upp á yfirborðið. Þá minnum hún hafi talað að hún kannast nú ekki alveg við þetta vandamál, en hún kallaði eftir gögnum. Já, rektor, þarna hún kom í sjónvarpsviðtal eftir fyrstu fréttina og hún var nú erlendist þá held ég og þannig að ég veit ekki hvort hún hafði heyrt fréttina en hún sagði náttúrulega það hefði komið þarna kúfur og umsóknum það hefði þurft að vinna úr því og ég spurði hana síðan á fundi stjórnenda Háskóla Íslands hvort að þessar hugmyndir að takmarka eða það hefði verið ofvöxtur í fólki frá Nígeríu, Ghana og Pakistan og það væri yfirstjórn háskólans væri á þessu máli að þetta stemmast í við og hún sagði nei við því og þarna ég trúi henni alveg með það og þarna þetta væri kemur það mér á óvart ef hún væri sammála þessu. Þú myndist hérna á að Þorbjörg Sigríður, hún er dómsmálaráðherra, við höfum sérstaklega háskólaráðherra, nú lítið heyrst í honum. Ekki bófs. Nei, ég hef ekki heyrt í honum. Höfum verið að tala það hvort við ættum að bjóða við með nokkra sýningar sem að koma í gegnum námi hjá okkur og við vorum að tala það hvort við ættum að fara að bjóða fólki til þess að koma og sjá hvað er að gerast í náminu hjá okkur til þess að fólk gerir sér alveg grein fyrir hvað við erum að gera. Því ég held að það sé líka eitt að því að geta tala svona þetta er vegna þess að við erum kannski ekki alveg sýnilega og við gætum verið með námi sem við erum að bjóða upp á í háskólanum fyrir fólk. Að því að þetta er líka þessa svona skammtímanám sem eru í boði í 4 mismunandi deildum fyrir fólk í Global Suðri. Þannig að það er svo margt í gangi innan háskólans sem er alþjóðavæðingur sem að tengist fólk allstaðar að við erum kannski ekki alveg búin að vera nægilega sýnileg, mættum vera kannski aðeins meira sýnileg. Já, það er svo verið svona grónastofnun eins og jarðhitaskólinn, jafnréttisskólinn, ég menna það er fiskilduskólinn og er það ekki, það er eitt enn held ég. Já. Þetta er svona hálf ótrúlegt mál finnst manni eftir að hafa fylgst með mitt framvindunni og mótmælum innan úr háskóla mótmælum nemenda við háskólan erlenda nema sem að þetta er auðvitað bara ákveðin árás það má bara segja það eins og það er og svo er það auðvitað eins og við höfum rætt hérna að það séu sérstaklega 3 lönd tekin út fyrir svega. Það var, hérna fyrir einhverjum árum síðan var gerð þessi lagabreyting sem átti svona liðka hérna til fyrir háskólanemum að koma utan Evrópu og nema hér. Í anda svona klassísk frjálslindis. Akkurat. Og ég held að það hafi verið Áslaug Arna sem kom því á. En það er svona, ég veit að það hefur svona verið mín tilfinning kannski að það er eins og það hafi ekki verið reiknað með því að það myndi allur heimurinn sækja heldur var þetta svona svolítið hugsað fyrir kannski Bandaríkin og Kanada eitthvað svoleiðis og bara svo ég segi þetta er fólki sem er tekið út fyrir sviga, þetta er svart og brúnt fólk. Já, ég skal náttúrulega ekkert mæla hvaða hugmyndir er þarna baki, það er mjög einkennilegt að velja fólk frá Nígeríu, Ghana og Pakistan. Það er ég botna bara ekki í hvers vegna svo leiðis er gert. Þetta eru þjóðir sem eru mjög gjarnir í að sækja nám
Þau að hafa mikinn áhuga á því, en það líka sko að þá það kannski getum að tala sko þekkingarleysi á þessi samfélög, að við vitum heldur ekki að við tölum svo lítið þessi samfélög, við þekkjum þau, hvað þau eru fjölbreytt, að þau eru náttúrulega alveg rosalega fjölbreytt og við erum með töluvert af nemendum frá þessum löndum og umræðan sem hefur verið í gangi í nemendahófnum, þessi nemendur eru hræddir, þau hafa miklar áhyggjur af þessu og þetta eru nemendur sem eru hér og eru í námi og eru að upplifa, þú veist, hálfgerða höfnun, þó að þau halda áfram í námi og það vel tekið utan það í gegnum háskólan og við erum að sinna þessum nemendum, að þá erum við alveg að heyra sko hvað þetta er mikið álag, þessi umræða sem er í gangi innan Íslands samfélags og hvað þau upplifa þetta sem miklu meiri útilokun. Það er svo erfitt að koma í nýtt land og vera algjörlega nýr, sérstaklega þar sem er miklu kaldara heldur en nokkuð sem að verið á ævinni og kemur hingað og svo færðu þetta viðmót. Þetta er mjög ógveikjandi, finnst mér. Já, ég vona að við móti í háskólanum síðan þá þarna gott, við reynum það allavega íslensku menningardild og ég veit að það er líka hjá ykkur. En þetta, þessi orðræða og þessi stemning er orðin eitthvað, sko, þú veist, er óhuguleg í raun og veru. Og þarna, einmitt, að ráðherra í ríkisstjórn Íslands skuli láta snúti sér, það er bara, ég veit ekki hvað er í gangi, sko. Hvað fannst ykkur ummælin fínir menn? Það var nú svona skot á þig, Gauti? Já, mér finnst það náttúrulega bara, þú veist, lágkúra, sko, og að ráðherra í ríkisstjórn Íslands skuli tala svona starfsmenn háskólans. Þú veist, ég bara vorkenni að vera komin á þetta stig, sko. Við Björn Þorláksson, kollegi minn, við ræddum þetta þessi í fréttunum. Ég svona rétt eftir að hún hafði þessi ummæli ég held að vera Kastljós. Og við tölum svolítið þetta. Það er svolítið svona trömpiskur fílingur í því að ráðast á háskólana. Og held þetta sé, ég veit ekki, berita vott einhvers konar svona, harðlínustefnu áfram. Ég meina, það hefur verið harðlínustefna í útlendingumálum núna undanfarin ár og hún verðist ekki ætla að slaka neitt á. En þetta sé bara liður því. Þetta er svo, þessi svokölluðu útlendingamál er náttúrulega svo furðuleg, sko, að það var þannig að það var dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson, heitir Jón Gunnarsson og þarna, sko, undir hans stjórn var fólki frá Venezuela þarna heimilað að koma inn í landið nánast spurningalaust og sama átti við fólk frá Úkraínu og það er ennþá þannig með Úkraínu. Það kom náttúrulega fólk í allmörgum þúsundum. Svo kemur þessi sami maður og segir að þetta er orðið stjórnlaust og það tala um að þessi stjórnlaus á landamærunum, það fólk koma alltaf löglega og eðlilega á nokkur svindls eða eitthvað. Ég bara með boðskortið í Rassvarsanum. Já, Ísland hafði bara opnað þetta og það er nú eitthvað búið að taka fyrir þetta með Venezuela fólki fær ekki lengur að koma og það er verið að flytja það burtu líka. En þarna, þetta bjóð til álag en það var engum öðrum að kenna heldur en þessum ráðherra og hans eftirmanni og svo er talað er þetta gert einhver stór pólitísku máli, það er bara að laga þetta og það er ekki neitt, sko, flest fólki kemur gegnum EES-samningin, í gegnum íslenskt atvinnulíf, algjörlega löglega og það vantar og þarna það er útlendingar svona fyrir utan það. Við erum alltaf allir útlendingar sem við erum að hitta svona mest. Það er bara ferðamenn á götum borgarinnar. Já. Já, mér finnst það mjög áhugavert að þetta hafi farið svona í þessa átt í síðustu árina því ég bara átti aldrei vona því. Ég átti aldrei vona og við erum alveg alltaf opin og ekki með fordóma og allt svona, það er allir með fordóma þannig að það er bara ósköp eðlilegt. En þessi breyting, mér finnst það eins og það hafi komið einhver hljómgrunnur einhver staðar inn í samfélagsins þar sem að það talar við ákveð hóp fólks og þá bara heldur þetta áfram og stig magnast þar á leiðindu og það er alltaf hægt að velja ákveðna hópa og því ég skoðaði með tölurnar og stærstu hópar nemenda innan háskólan sem eru erlendis frá eru frá Bandaríkjunum og Þýskalandi
Og svo koma sko þessir hópar sem eru verið að nefna núna og það eru svona 90 manns í hverju hópi. Þetta ekki fleiri? Nei. Þetta ekki fleiri heldur en 90 manns? Já, það fyrir, sko, við erum með fleira fólk þarna í íslensku menningadeild, sko, það voru svona, sko, allt í allt 900 umsóknir og það var sko ekki bara utan EES, það var líka bara fólk frá Þýskalandi eða eitthvað og af þeim komu rétt innan við 50% fengu plás og síðan náttúrulega eru allmörg sem ekki hafa komist inn í landið eða þurft að örendi gáist upp á að bíða eða eitthvað allavega, þannig að þetta eru hérna tölulegu staðreyndir og það eru margir nemendur en það má líka ekki gleyma því það er frábær styrkur fyrir íslensku að fá svona margt fólk til að leggja stund á þetta nám hér á landi og svo eins og ég sagði, svo hluti af þeim líka bara sérfræðingar, þetta fólk með háskólamenntun þá, sem að ná sér íslensku til að geta starfað í íslensku atvinnulífi og þetta bara þess svona mjög einkennileg afstaða sko. Mannauður, svona saman hvernig á það lítið. Já, þetta með ólíkindum. Hafið þið kallað eftir gögnum sérstaklega eða hafið þið kallað eftir viðtali eða bara einhvers konar viðbragði frá ríkisstjórninni, háskólafólk svona saminað undir kannski einum hætti? Fyrir okkur var málið fyrst að afgreiða þeir nemendur sem kæmust ekki og hvað við ætlum að gera við þá nemendur, hvort þau vildu halda áfram að reyna að vera hérna eða koma og svoleiðis. Þannig að það hefur svona svolítið, við höfum fyrst fókusirað á nemendur okkar áður en við ákvaðum og þetta er þessi grein sem við birtum með mitt í dag, sem kom út á Vísi í dag, í raun og veru fyrsta grein og fyrstu viðbröðun okkar við þessu út á við að því að okkur fannst miklu mikilvægir að sjá fyrir þessum nemendum heldur en að vera að eiga þessi samtal strax en það markmið okkar allavega héðan í frá. Við höfum alltaf haldið utan gögnin okkar sko nemendur og þegar námið byrjaði 2008 þangað til núna í dag að þá hefur þetta þrefaldast eða fjórfaldast í náminu hjá okkur og það hefur alltaf verið svona cirka 30% af nemendum sem að sækja námi hjá okkur eru innanlands, eru kannski innflytjendur sem búa hér og vilja fá háskólanám og treysta sig ekki alveg til að fara í íslensku og koma til okkar og svo restin sem hefur komið einhvers staðar annars staðar úr heiminum og þannig að við höfum alltaf verið að fylgjast með hvernig breytingarnar hafa verið. Þetta var stökkbreyting en það var ekki þar með sagt að við gátum ekki ráða við þetta og við vildum ráða við þetta áður en við fórum að tala við ráðherra og það er næsta skrefi hjá okkur allavega að eiga þessi samtal bæði innan háskólans meðal fólks eins og okkar og svo utan við sko. Því að það er rosa mikilvægt að sjá hvað að gerast því að það verður mjög stór breyting ef að þau eiga að leggja á þannig kostnað og taka fólk utan EES út fyrir reiknilíkanið þá dregst þetta saman mjög hratt. Já, akkurat. Ég ætlaði að spyrja því hvaða áhrif mun það koma til með hafa á háskólan ef að þetta gengur eftir og breytt? Það hefur mjög mikil áhrif, mjög mikil fækkun nemenda einfaldlega. Og margar námsleiðir verða þá ósjálfbærar og þarna ég meina það, sko, við erum bara hrétta í fyrsta viðbragði eftir þetta byrjaði bara í síðustu viku sko, og þú veist, ég er ennþá gáttaður á þessu og ég er að vona að háskólafólk fari nú að vakna til lífsins með það að þetta muni hafa áhrif á allar deildir eða öll svið og þarna við þurfum að skilja okkur einhvern veginn öðruvísi. Við höfum skilið okkur sem opin háskóla sem er tilbúin að taka á móti alþjóðlegum nemendum og höfum gert það eftir bestu getu og það hefur löngum þótt í háskólaheiminum mikill styrkur að fá eftirspurn erlendra nemenda. Þetta er ofta, ég stundaði sjálfur nám í Þýskalandi án skólagjalda og þarna og þar er oft talað sko að þýskir háskólar þyrftu að fá fleiri erlenda nemendur af því að það auðgar þá. Sama er náttúrulega með þessa fínu háskóla út í heimi sem lifa náttúrulega mest á því að þeir fá sko hæfileikaríkt fólk í nám og það er það sem við viljum.
og það eru kröfur gerðar til þeirra sem sækja það enginn sem lappar inn bara á skítugum skónum og segir mig langar að læra það ekki þannig. Nei. Og munið þið eftir einhverjum nemenda sem að svindlaði sér inn í dvalarleyfiskerfið í gegnum skólan? Nei, ekki svo ég veit ekki það, ég hef aldrei, þú veist, auðvitað getur vel verið að sé einhver svartur sauður inn á milli, en sko reglurnar eru þannig að ef þú kemur inn á og stendur þig ekki, þá þarf það að fara og það er líka stofnun ráðherrans, dómsmálaráðherrans sem á að sjá það að vísa fólk úr landi. Og háskólinn, það er alltaf klárt mál ef nemandi stendur sig ekki, þá stendur hann sig ekki, þá er ekki hægt þá getur útlendingastofnun vísað við komandi á landi. Þú þarft að klára ákveðin fjölda eininga til þess að geta haldið nemanda dvalarleyfinu, þannig að ef þú stendur þig ekki, þá er það bara, þá er það bara búið, þá ertu bara farin. Já. Og það er ekki létt tekið á því, ég get votta fyrir það. Ég vinn mikið með dvalarleyfishöfum og flottfólki, það er því er umsvifalaust vísa á landi ef að tilmni þykir til. Þannig að já, þetta er ótrúlegt mál og við höldum áfram að fylgja þessu eftir við rauðaborðið og fylgjast með ykkur, ég segi bara gangi ykkur vel og ykkar nemendum. Og þakka ykkur kærlega fyrir Gauti Kristmánsson og Brynja Elísabet Halldórsdóttir Guðjónsson. Takk. Og þá gefum við það meira hér handa við auglýsingar. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.